þegar að við ætlum fara með mál fyrir dómstóla, þá verðum við að leggja fram einhver gögn til skýringar. Við dæmum ekki áður en að dómarinn eða lögfræðingar þar eru búin að skoða gögnin. Þeir leggja engin gögn fram, engin vísindaleg gögn, ekki eins og rök nema bara upprópanir, en þeir dæma samt. Já, þetta er fyrsta dómsvaldið. Þú voru að hjálpa mér að skilja hérna. Já, ég veit. Af því að allt þetta sem að þú tekur fram hér að sé verið að svipta þig lækningaleyfi fyrir, það er ekkert af þessu í sviptingarbréfinu sem að þeir senda á þig, boðun sviptingar starfsleyfis sem að fyrst dagsett 10. apríl. Já, það er ekki sviptingin, sko. Og síðan kemur sviptingin 5. júní. Já, 5. júní er sviptingin. Já, og það ekkert af þessu sem að þú telur upp þarna það hér er engungu verið að tala símaþjónustu sem að þú hafir sett upp eða ekki sett upp. Erindin þarna 3. desember og 10. apríl er engungu nánast vegna símaþjónustunar. Símaþjónustu sem að læknir með fullt lækningaleyfi hefur bara einfallega réttin til. Það sem ég gerði einfallega aukarlega 24. mars 24 var að ég tilkynnti það. Ég þarf ekki að tilkynna það. Nei, ok. Svo hlustundur skilji, þá hefst þetta 3. desember að þau sendaði bréf þannig segir þann 24. mars 2023 tilkynntir þú fyrirhugaðan rekstur heilbrigðisþjónustu. Já. Það er þessi símaþjónusta sem þú tilkynnti þeim. Ég þurfti ekki að tilkynna. Sem þú þurftir ekki að tilkynna. Og þarf ekki að biðast leyfis heldur hjá embættinu. Þau segja að verulega hafi skort á upplýsingar með tilkynningunni en við skoðun á heimasíðunum í skíinu.net og aðferðum.net kemur fram að þú býður upp á fjarlækningar í gegnum síma og svo kemur samkvæmt lögum landlækni og lýðheilsu hefur landlæknir eftirlit með heilbrigðisstarfsmönnum og heilbrigðisþjónustu og fylgist með að farið sé að ákvæða heilbrigðislöggjafar og svo er verið óskæftur upplýsingum frá þér en þú hefur sagt mér að þú sást ekki þetta bréf af því að þeir voru að nota annað e-mail þannig að þeir senda þér aftur 10. apríl. Höfum það skýrt, ég setti þessa, ég er náttúrulega búin að vera stöðut í símanum við fólk í allan tíma núna síðustu árin og ætlaði að setja þetta á svona skipulegra form þar sem fólk geti pantast í tíma því að ég var að drukna í símtölum og engar afsakanir í sjálfu sér. En ég er að segja, í raun og veru þá hefði kannski þessu lækningaleyfi aldrei verið ógnað eða þú ekki sviptur bara ef að þú hefur svarað þessum bréfum og sagt, þetta, ég má setja upp símaþjónustu en ég er hins vegar ekki að gera það. Ég sendi tilkynningu á sínum tíma en ég hætti síðan við en að því sögðu þá má ég auðvitað setja upp símaþjónustu en þú ansar engu. Þess vegna ertu síðan í því núna sviptingu. Út af símaþjónustu. Nei, eins og ég var búin að segja áður, ég bæði sett upp sér símanúmer fyrir þessu þjónustu sem ég hætti síðan að nota og síðan e-mail sem að ég setti sér fyrir það sem ég var hættur að nota. Þannig að ég náttúrulega fekk ekkert þessa og raunverulega þá þarf ég ekkert að svara. Þeir eiga að vita, kunna lögin að fullu lækningaleyfi, þá fylgir það símaþjónusta. Er ekki rétt að mér að ef þetta hefði ekki misfarist svona, þetta hefði ekki farið í tölvupóstfang sem að þú varst ekki að skoða og svo framvegis, þá hefði þú getað svarað og þá er ekki búið að svipta lækningaleyfi í dag? Nei, vegna þess að það getur aldrei verið það að læknir með full lækningaleyfi sem að hefur símaþjónustu eða tala við fólki gegnum síma, það getur aldrei fylgt neinn svipting af því, þannig að það hefur ekkert raunveruleika tengsl við ástæður sviptingar. Það er nokkuð klárt. Þetta byrjar náttúrulega ekki á sviptingu, það er bara verið að hafa eftirlit með. Endurtökum það. Og síðan, þeir að senda þessi bréf. Ég er bara veltið fyrir mér en þessum að þessi dæmi sem að þú tiltekur að þú sért sem sagt sviptur lækningaleyfi fyrir, ekkert af þeim það er ekkert minnst á það í þessum bréfum sem að enda í sviptingu. Eina bréf sem endar í sviptingu, það er frá 5. júní sem að mér hittir aðdraðandinn að því. Já, hittir undanfarins því kalla. Svo 5. júní er loksins sagt, embætti landlæknis hefur ítrekað gefið þér tækifæri til að koma að andmælum við fyrirhugaðri sviptingu starfsleyfis eins og rakið er í fyrrgreindu bréfi dagsett 10. apríl
og þetta verðist sem sagt bara að vera svipting sem er bara á miskilningi byggð og vegna þess að það er ekki samskipti, þú svarar ekki neinum erindum frá þeim og þeir halda að þú sett með símaþjónustu sem að svo auglýstir. Endur tekið aftur, þeir eru allan tíman sendt mér hérna erindi sín á röngum e-mailum. Já, en við skilum er það ekki af því að sko þegar þú sendir þeim tilkynningu sem þú þurftir ekkert að gera, þú sendir þeim tilkynningu og þú ætlar að hefja þjónustu í skíinu og Nótabenni Frosti, ég býði með þig að hérna, ef þið viljið sko hérna koma varandi persónuvernd og annað gagnana sem ég þá að geyma og skrá niður, velkomi að koma og hafa samband við mig. Er það ekki réttur skilningur hjá mér að sviptingin kemur síðan endanlega til vegna þess að þau fengu engin svör við þessum fyrirspurnum þessa þjónustu sem þú hafir auglýst? Sko, punkturinn er það að á að svipta lækni vegna þess að hann tilkynni þeim ekki, fyrir ekki ég tilkynni, að hann svar ekki fyrir erindi þjónustu sem ég hef fullt umboð til að gera sem með fullt lækningaleyfi. Ég meina, við þurfum ekki að fara út í þetta. Já. Það er ekki hægt að svipta lagalega séð, það er engin ástæða fyrir símaþjónustu að passið ykkur læknar eða lögfræðingar sko, þetta er ekki að ganga upp. En hefði ekki mátt komið í veg fyrir þetta bara ef þú er einfallega að svara þessu með þeim hætti sem þú ert að segja mér núna? Þetta náttúrulega hefur ekkert með ástæðu sviptingar að gera.